Ég fædd og uppalin í Hafnarfirði, Hafnfirðingur í grunninn, en búsett núna í Vesturbænum í Reykjavík. Fer vel mig þar. Ég gekk í menntaskóla við Hamrahlíð og bara, það var eiginlega svona síðustu önninni þar sem það svona rifjaðist upp fyrir mér að ég ætlaði að fara í læknisfræði. Það var svona kannski eiginlega bara fátt annað sem kom til greina. Og ég hafði eiginlega kannski svolítið verið að stefna þá leiðina í aðeins lengri tíma en ég hafði viðurkennt fyrir sjálfur mér. En mér fannst þetta svolítið ákveðnu, svolítið pakki að fara í læknisfræði. En ég sé ekki eftir því í dag. Og núna er ég í sérnáms læknastöðu við lyfjalækningum á Landspítalanum. Nýlega búið að samþykkja 5 ára fullt sérnám þar. Mjög spennandi og metnaðarfullt prógram. En ég er svo sem ekki komin á neinni læknafjölskyldu eða neitt svoleiðis. Meira ég og bróður minn sem brutum blaðið svolítið í fjölskyldun okkar. Verkfræðingur og kennarar mestmagnis í minni fjölskyldu. Bróður minn er sem sagt læknir. Hann lærði í Danmörku og heitir Gísli Gunnar en er í heimilislæknaprógramminu núna heima. Systir mín er viðskiptafræðingur. Það var ekki það eins og ég segi, ég hef alltaf verið ákveðin í að vera læknir en það fáir kannski fyrirmyndir í kringum mig með tilliti til þess en það var bara áhugasvið. Það var bara einhvern veginn lærdómurinn, bara fæið, líkaminn. Já, ég hef verið að vinna að rannsóknarverkefni á svona hóp af góðu fólki og aðalleiðbeinandi minn í því verkefni hefur verið Magnús Gottfriðsson, smitsjúkdómalæknir. Og verkefnið snýr að liðsýkingum á Íslandi og bakteríusýking í liði er svona dæmi alvarlega sýkingu en sem betur fyrir nokkuð sjaldgæfa og ekki síst það sem að fólk sem nær sér til fulls það getur setið uppi með varanlega skaða á liðnum og sjúklingar þurfa að liggja inni oft í lengri tíma til að fá sýklalyf í æð og þannig að þetta er svona talsverð byrði fyrir sjúklinginn og ekki síst heilbrigðiskerfið náttúrulega líka. Og ástæðan fyrir við fórum að stað með þetta verkefni á sínum tíma var fyrri rannsókn sem tók til liðsýkinga á árunum 1990 til 2002 sem Árni Jón Geirsson, gigtlæknir og fleiri stóðu að baki á sínum tíma og rannsóknarniðurstöður þar sýndu vaxandi nýgengi þessara liðsýkinga og nýgengisaukninguna mátti fyrst og fremst rekja til svona meðferðartengdra sýkinga eða það sem við köllum iatrogén sýkingar. Og hlutfall iatrogén sýkinga í þeirri rannsókn var ansi hátt og var kannski ákveðin vitundavakning á sínum tíma þegar þær niðurstöður birtust. En okkur fannst mjög mikilvægt að kanna hvort þessi þróun hafi haldið áfram og rannsaka faraldsvæði liðsýkinga næstu 15 árin frá 2003 til 2017 og sérstaklega með það svona þessi meðferðartengdu sýkingar á bak við eyrað og eins og tökum til dæmis bara liðspeglanir, það fjöldi þeirra farið talsvert vaxandi á síðustu árum, á síðustu 2 áratugum ekki síst og mjög mikilvægt að kanna hver áhættan er til dæmis að sýkjast eftir slík inngrip. En þetta eru líka sýkingar sem kom í kjölfar liðástunga eða opinna liðagerða til dæmis. Svona þegar kemur að þessum meðferðartengdu sýkingum sem við höfum kannski sérstaklega áhuga á, þá sjáum við almennt varðandi nýgengi, svo ég byrja á því, þá virðist þessi þróun ekki hafa haldið áfram, virðist ekki vera aukning áfram, virðist hafa nýgengi svona stað í stað eftir hækkun áratugurins þarna undan, sem er mjög jákvætt, en hins vegar staðfestir okkar rannsókn mjög hátt hlutfall af þessum iatrogén sýkingum og sérstaklega á meðal ungs fullorðins fólks, það er að segja fólk á aldrinum 18 til 65 ára. Og það má nefnilega rekja svolítið fyrst og fremst til sýkinga eftir liðspeglanir, þannig að kannski rennir stoðum undir það að full ástæða til þess að endurskoða hvort það sé alltaf ábending fyrir öllum þessum liðspeglunum sem við erum að gera. Og erum vel að byrja verkefni sem hjá mér BS-verkefni í læknadeild á 3. ári og svolítið síðan. Og ég fekk tækifæri síðan á síðasta 7. ári í valtímabili í læknadeild að fá að fókusera aftur svolítið á verkefnið og þá náðum við að lengja rannsóknartímabilið. Og svo fekk ég þann heiður að fá styrk frá Vísindasjóði til þess að halda áfram með það og það var alveg kærkomið. Þá fekk maður tækifæri til þess að stíga aðeins til svona hliðar í klínískri vinnu og fókusera svolítið bara á
rannsóknina og því að oft svolítið hausverkur að maður þarf að vera með svolítið marga bolta á lofti gjarnan, alltaf vísindin og klíningin svolítið saman en Vísindasjóður gerði mér það kleift að svona fara svolítið fullt og úr því að koma núna vísindagrein sem nú eiginlega bara tilbúin og þá erum við að vinna í því núna að fá hana birta í svona virtu erlendu tímariti og það bara ótrúlega gaman að vera komin á þann stað. Varðandi þá næstu skref bara mín í lífinu þá held ég sé að fara í bara mitt stærsta verkefni til þessa og vonandi að það gangi vel fyrir sig en svona þegar ég hugsa síðan framtíðina þá náttúrulega verður draumur að geta haldið áfram með vísindin samhliða klínísku starfi, stefna á að klára þetta 5 ára sérnám á Íslandi og ekki alltaf drauminu bara að finna jafnvægið þannig að finna jafnvægið milli klínikinnar, vísindana og svona fjölskyldu lífsins og missa ekki neistan í engu af þessu og halda ótrúið áfram að virkilega þegar maður finnur sko að maður komin á svona komið með loka afraksturinn af vísindaverkinu sem svona þessi grein þá finnur maður hvað þetta gefur sér mikið sko og vil gjarnan halda áfram. Já, þannig ég vona bara að ég verði hamingjusamur vísindamaður og læknir eftir 20 ár vonandi bara á Landspítalanum.